Góðan daginn, við erum Súkkulaðikraft og við erum hér til að segja ykkur hversu mikið Stefán getur borið. Stefán aðalkarakterinn í Minecraft og hann getur borið miklu meira en við getum ykkur tíma vonað að bera. Stefán getur sem sagt í fyrsta lagi sett 64 hluti í eina eyðu á sínu geymsluplássi og hann með 37 eyður af geymsluplássi. Þannig að hann getur sett 64 aðgörnum hlut í geymsluplássi sitt sinnum 37. Þannig að við þurfum fyrst að finna út úr hvaða hlutur var þyngstur í Minecraft sem líka til í veröldinni og við komum laust, það gullkubburinn, sem sagt 9 gullstangir sett saman í kubb. En í Minecraft líka til hlutur sem heitir Shulkerbox. Shulkerbox bara svona meira pláss, það geymslupláss, þú getur farið inn í það og þar eru 27 eyður sem þú getur sett eitthvað hluti í, tekið Shulkerboxið upp og sett það inn í þína eigin eyðu. Þannig að við getum bæði gert 64 gullkubbar sinnum 27 eyður af Shulkerbox plássi sinnum 37 og þú getur sett 37 Shulkerbox inn í þitt eigið geymslupláss. Og út frá því getum við séð hvað sem kíló af gulli Stefán getur borið varðandi þessa útgáfu af Minecraft. Hann Gummi ætlar að segja þér frá því. Takk Denni. Við erum að miða hlutina í Minecraft við alvöru hluti í heiminum, þannig að ein gullstöng í Minecraft er 12,25 kg. Einn gullkubbur er búinn til af 9 gullstöngum, þannig að 9 gullstangir eru 110,25 kg. Þú getur sett 64 gullkubba í eina eyðu og það gerir að 7056 kg. Síðan getur þú sett 27 stakka í Shulkerbox og það gerir 190.512 kg. Í geymsluplássi Stefáns er pláss fyrir 37 Shulkerbox sem gerir það að 7.048.944 kg. En í eldri útgáfum er gullkubbar ekki þyngsta í leiknum. Í eldri útgáfum var hægt að búa til enchantað gullepli sem er búið til af einu epli og 8 gullkubbum. Þannig að það gerir það að 882,2 kg, þar sem epli er að meðaltali 200 g. Enchanted gulleplin geta verið 64 í einni eyðu sem gerir það að 56.460,8 kg. Í Shulkerboxi geta verið 27 stakkar og það gerir það 1.524.441 kg. Og í geymsluplássi Stefáns er hægt að setja 37 Shulkerbox og það gerir það að 56.404.317 kg. En út af því að raunveruleikinn ekki með Shulkerboxes né enchanted gullepli, þá getur Stefán í rauninni bara haldið á 37 stökkum af gullkubbum. Og 64 gullkubbar í einni eyðu er það bil 7.056 kg. Þannig við gerum það sinnum 37 og þá getum við fundið út að Stefán getur haldið á 261.072 kílóum af gulli í raunveruleikanum. Hversu margar kartöflur getur Stefán haft með sér í einni ferð og hversu margar kaloríur eru það? Stefán er með 36 eyðna pláss í vösunum sínum en síðan fattaði hann að hann er með vinstri hendi þar sem hann getur haft 1 ekstra pláss. Í hverri eyðu getur hann geymt 64 kartöflur sem þá 37 sinnum 64 sem 2368 kartöflur. Þetta eru stóra kartöflur sem að meðaltali 291 kaloríur sem þýðir þá að það 2368 sinnum 291 sem 689.088 kaloríur. Minecraft samt með galdrageymslu sem kallast Shulkerbox. Maður getur sett í staðinn fyrir maður getur sett í eyðurnar eitt þannig og þá farið 27 mismunandi geymslupláss inn í það sem þá 37 sinnum 27 sem 999 mismunandi eyður sem gefur okkur 999 sinnum 64 sem
63.936 kartöflur. En hversu margar kaloríur eru það? 63.936 sinnum 291 gefur okkur jafnt á 18.605.376 kaloríur. En þetta er ekki loka niður koman. Það er til eitt annað, Andrew Chest. Það er kista sem getur tekið með þér sem gefur 27 eyður af plássi ekstra. Þá getur þú sett 27 fleiri sjálfgurbox í það og fyllt með kartöflum. Þá er það 36 sinnum 27 sem er jafnt á 972 ásamt 27 sinnum 27 sem er 729 sem gefur okkur samtals 1701 eyðu. Það er komið tími á að reikna út hversu margar kartöflur sem er þá 1701 sinnum 64 sem gefur okkur jafnt á 108.864 kartöflur. En hversu mikið kaloríum er það? Þá er það 108.864 sinnum 291 sem er jafnt á 31.679.424 kaloríur. Það er alveg nóg fyrir eitt bulking season. Where are you, baby?